Já, fyrir ykkur sem kannski þekkja mig ekki þá ég iðjuþjálfi Fram á Kristnesi, en ég jafnframt í meistaranámi í heilbrigðisvísindum hérna við HA og ætla að segja ykkur frá rannsókninni minni og svona fyrstu niðurstöðum sem að lofa góðu. En ég réðst í það að taka svona fyrstu skref í að þróa íslenska útgáfu af matstæki sem metur færni og fötlun hjá fólki. Tækið heitir HOODAS og það stendur fyrir World Health Organization Disability Assessment Schedule. Og Guðrún Pálmadóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir sem að tala í morgun og því þekkir, sjúkraþjálfari, þær eru leiðbeinendur mínir og báðar dósentar við HA. Þetta bara svona smá yfirleitt að segja ykkur frá hugmyndina baki HOODAS. HOODAS, þetta nafn útleggst á íslensku sem íslenski fötlunarkvarðinn eitthvað svoleiðis, en við tölum alltaf hann sem HOODAS. Segja ykkur hans frá þróun og stöðlun, sem HOODAS, sem var búin til þýðingarferlinu og svo fyrstu niðurstöðu. Ef við förum aðeins í hugmyndina baki HOODAS, þá þetta sem sagt ICF-líkanið sem að einhverjir kannski þekkja og þetta sýnir hvernig sem sagt færni afleiðing samspils, heilsufars og aðstæðna. Það sem sagt heilsufar hérna upp og aðstæðna niðri og færni rauninni þarna á milli. Og sem sagt í þessu líkani þá birtist færnin í 3 víddum sem líkamsstarfsemi og líkamsbygging, sem athafnir og sem þátttaka. Og allar þessar færnivíddir, þessar örvarnar, þær hafa áhrif hver aðra. Það mjög mikilvægt að hafa það í huga. Þannig sem jákvætt samspil, það styður færni eða eykur hana, og neikvætt það dregur úr henni. Þannig að HOODAS þróað á vegum WHO eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í takt við ICF og það sem sagt mælir röskun á færni eða það mælir raun og veru fötlun í ljósi þá athafna og þáttöku þið sáuð áðan á líkaninu. Þannig að atriðin í matstækinu þau koma hérna frá athafna og þáttöku hluta þessa líkans. Þannig að í raun og veru þá má segja að HOODAS mæli athafnir og þáttöku eða það mæli í raun og veru það sem hindrar athafnir og þáttöku. HOODAS sjálfsmat og heildarfjöldi spurninga 36 og þeim svarað á 5 þrepa lífbjartferða og þið sjá þarna á glærunni sem sagt flokkana sem að HOODAS samanstendur af og fjölda spurningarna í hverjum flokki og svo líka hægt að reikna sem sagt heildartölu alls listans. Þannig að þessi undirsvið, þessi 6 undirsvið, þau mynda hérna undir kvarða matsækisins. Þau urðu til með þáttagreiningu, en þáttagreiningin hérna sem leiðir í ljós hvaða atriði innan tækisins eru skyld. Og útkoman úr þáttagreiningunni þegar hún var gerð, hún var í samræmi við sem sagt hugmyndinni sem var lagt upp með í upphafi. Fyrir aðeins yfir þróun og stöðlun, þá voru upphafi sem sagt fyrir sig skoðið 300 matsómælitæki og þau mæla sem sagt, þau tæki sem mældu að mæla ólíka heilsuþætti. Og þau prófræðilegir eiginleikar voru svolítið skoðaðir. Þessar upplýsingar sem söfnuðust þar voru mátaðar við ICF og í framhaldinu því þá hófst þessi vinna við HOODAS.
og hönnun Hútars fór fram á 2 þrepum og á fyrra þrepinu þá voru spurningarnar 96 sem náttúrulega enginn er til í að svara. Þannig að þeim var það fækkað í 36 á fyrra þrepinu og svo voru þessi próffræðilegu eiginleikar, áreiðanleiki og áreiðanleiki réttmæti, það var prófað á seinna þrepinu. Hútas núna til á 27 tungumálum og þátttakendur í rannsóknum eru orðnir 65.000. Og innri áreiðanleiki Hútas, hann svona bilinu 0,79 til 0,96 grundikvarðana og 0,96 fyrir matstækið í heild. Það var náttúrulega að skoða líka áreiðanleiki endurtekinna mælinga, endurtekinna prófunar. Hann reyndist vera 0,69 til 0,89 og 0,98 fyrir matstækið í heild. Og það kom líka frá fylgni við SF36 lífsgæðakvarðan og sem styður samtíma réttmæti Hútas. Niðurstöðurnar Hútas, þær eru umreiknaðar, þannig að þær birtast jafnbila kvarða sem eiga forsendum þess að það sé hægt að nota tæki til að mæla þessa breytingu. Og það eru 2 leiðir til að reikna, annars einfalda leiðin eða simple scoring eða flókna leiðin, complex scoring sem byggir á item response theory og hún sem sagt notuð þarna. En þetta þá rannsóknarspurningin mín, hver áreiðanleiki og réttmæti íslenskra þýðingar matstækisins Hútas 2? Og hún hefur þá 3 undirspurningar. Það spurningin innri áreiðanleika íslensku þýðingarinnar, áreiðanleika endurtekinna mælinga íslensku þýðingarinnar og svo samtíma réttmæti íslensku þýðingarinnar. Því að það er þannig, hvert skipti sem svona listi er þýddur, þá þarf sem sagt hann þýddur og nýtt tungumál, það er jafnvel önnur menning, þá þarf að skoða þessa hluti svo hann sé áreiðanlegur og réttmætur á þessu menningarsvæði og á þessu tungumáli. Þetta er mjög mikilvægur þáttur. Það eru náttúrulega til margar tegundir áreiðanleika, margar tegundir réttmætis. Ég skoða það sem hérna peitletrað, áreiðanleika endurtekinnar prófunar og innri áreiðanleika. Ég er svona að gera mig saman við rannsókn sem var gerð í Noregi, þar sem þetta var gert alveg eins. Hefur ekki gert eins í fleiri löndum. En áreiðanleiki, það snýst bara það hversu áreiðanlega mælir tækið. Við viljum að hefur búið að tala mikið þyngd, við viljum að vogin okkar sé áreiðanleg, segja okkur hvað við erum þungt í kílóum. Og við viljum að mælitækin segja okkur það sé áreiðanlegt, það sem við erum að mæla. Þetta er bara munur á málbandi, hvort það er úr málmi eða hvort það er teygjanlegt. Eftir málminum er áreiðanlegra þegar það er ekki teygt. En með ef við byrjum innri áreiðanleikanum, þá er ég að skoða hvort allir þessi 6 flokkar sem við talum áðan koma fram í Hútas. Og hversu sterkur eru tengslin innan flokkana og hversu svona öflugur hver flokkur. Þannig að þessi innri áreiðanleiki, hann lýsir svona innri byggingu tækisins. Og þetta í samræmi við hugmyndirnar eða fyrirbæri sem við höfum fyrirbæri sem það á að meta. Áreiðanleiki endurtekinna prófunar, þá á maður að skoða hversu áreiðanlegar endurteknar mælingar eru. Þess að mælum 2 og viljum fá svipaða niðurstöðu. Og það er svona ákveðnir þættir þar á bak við sem við þurfum að hugsa við. Það tala kannski 2 til 3 vikur, við erum að mæla eitthvað fyrirbæri sem er frekar stöðugt. Þannig það eru litla líkur á breytingum, þá viljum fá mælinguna þannig.
Réttmætið, það ennþá lengri listi og þarna ég að skoða samtíma réttmæti og þegar við tala réttmæti þá að velta fyrir ykkur mælið að tækið og mæla það sem á að mæla eða er það bara að mæla eitthvað annað. Og sem samtíma réttmæti, það sem feilsett frá ég að skoða, það segir til hversu góðan svona samhljóm Hútas hefur með öðru matstæki sem mælir svipaða hluti eða á að mæla svipaða hluti eða fyrirbæri. Þannig að þetta samtíma réttmæti það vísar til fylgni frá sama tíma, löngu fyrir samtímis. Þá að því hvað ég gerði. Ég sem byrjaði á því að þýða listan frá ensku yfir íslensku, samkvæmt leiðbeiningum HÚ og gefur leiðbeiningar sem að manni ber að fylgja þegar maður fyrir að ræðast í svona þýðingar. Og leiðbeiningarnar byggja á þýðingu og bakþýðingu. Og í framhaldinu sem þegar ég var búin að þýða og þá fóru því sem bakþýðingu og þýtt tilbaka yfir á ensku. Bakþýðingin rímaði bara vel við frumgerðina þannig að það voru ekki gerðar neinar breytingar. Það bara smellpassaði allt saman og þá var það tæki lagt fyrir eða listi lagður fyrir rýnihópi og hún ræddur þar. Þetta var semst rýnihópur einstaklega í endurhæfingu. Það var svona hópur sem átti að endurspegla þá sem að kannski kom til að nota tæki eða svara við. Ég hitti þarna 5 einstaklinga sem að brugðist við tækinu og 4 af þeim mynduðu þennan rýnihóp með mér, þar sem við ræddum alveg spurningarnar, hvarfan og uppsetninguna og fer bara alveg í gegnum allt. Fórum í þetta spurningu fyrir spurningu og ræddum hver einu spurningu og hversu svona auðvelt eða hvernig fólki fannst að svara þeim. Og afrakstur þeirra vinnu, þá voru svona nokkrar ábendingar sem við fengum, það sem var öðruvísi að betur mætti fara. Og ég fór ásamt leiðbeinendum mínum yfir það og við gerðum örfáar samt bara minniháttar breytingar á orðalagi og á einum stað þá þurfti svolítið að breyta uppsetningu. Það var bara misskilningur. Það sýndi svolítið að það skiptir máli hvernig við leggjum einhvern veginn hlutina fram. Þannig uppsetningin hún gerði það að svörunin var skökk. Eða fólk var að svara einhvern veginn öðruvísi heldur en hugmyndin var. Eða svara öðru, réttara sagt. Þegar við vorum búin að þessu, þá brugðust 2 einstaklingar endurhæfingu í tækinu og ég hitti þá sitt í hvoru lagi og það voru ekki breytingar eftir það. Sko, rannsóknin í raun og veru í 2 liðum. Þannig að fyrri liðurinn er þýðingin og seinni liðurinn er lýsandi þversniðsrannsókn með endurteknum mælingum og samanburði matstækja. Úrtakið er fólk í endurhæfingu og kristnis í Eyjafirði og fólk í yfirþjálfun á HR-stöðinni á Akureyri. Mælitækin eru Hútas 2 og SM36 sem hefur 8 undirflokka og við skilum síðan áður að Hútas hefur 6. Svo var ég með nokkrar bakgrunnsbreytur sem eru hérna. Og tölfræðin eru ég reikna aldursblöður fyrir innri áreiðanleika og intraklass correlation fyrir endurtekin áreiðanleika endurtekina mælinga og Pearsons fylgnisstuðulinn fyrir samtíma réttmætis. Og þá kemur skemmtilegi hlutir. Það eru töflurnar. Þarna eru bara þessar líffræðilegu upplýsingar, kyn og aldur. Það er bara hratt yfir það, hún var viðurinn. Innri áreiðanleiki, hann er allstaðar mjög góður. Innri áreiðanleiki er á bilinu 0,78 fyrir flokkin samskipti, 0,98 fyrir vinnu og nám. Hérna. Og 0,95 fyrir matstækið í heild.
og það fjöldi þátttakenda þarna bakvið í svigunum. Svo kemur tafla sem var sýnir niðurstöður endurtekinna mælinga. Interclass correlation, sem ég reiknaði fyrir það, hann ástæðan hár. Við miðum við að 0,75, þá erum við mjög ánægð. Það bara alveg excellent að hafa ICC þar. Þannig þetta kemur alls staðar mjög vel út. Og þetta bara svipaðar rannsóknir sem ég hef skoðað. Svipaðar niðurstöður, þá eins með innri áreiðanleikann. En þið sjáu kannski hérna fyrir dagleg störf, þá áreiðanleikinn mjög hár. Þannig að það spurning að útvíkka gögnin. Hérna. Það mjög hár hérna. Það spurning hvort einhverja spurningar með að missa sig, hvort það margar spurningar. Það gefur okkur það til kynna. Þannig að við fáum fleiri þarna bakfið. Það var hægt að skoða það nánar. Þessi tafla, þessi var áskorun fyrir hana læsilega og komin fyrir og glæri. En þannig erum við að skoða fylgnina á milli HUTAS 2 og SF36. Og það bara í eiginlega öllum flokkum mjög góður samhljómur. Og til dæmis þáttaka hérna aftasti þátturinn, það rímar mjög vel við þættina eða fyrirbæri sem SF36 að mæla. Og hérna til dæmis að komast það rímar mjög vel við physical function og rófísika sem þessi líkamlega þættir sem þætt. Þess að bara getur hreyftir komist frá A til B. Þannig að það hægt að rýna heilmikið í þessa töflu. Þannig að ályktanirnar eru svona, þetta allt koma bara vel út.